Sælverði og velkomin í kalda pottinn eina vikuna enn. Að þessinni Ólafur gestur Arnalds. Velkomin. Takk fyrir. En þú almennt kallaður Óli. Almennt kallaður Óli. Og ég ætti kannski að kynna til söguna að þetta heimiliskötturinn Dúfus sem að gerðist æði ágengur og vill fá vera með í þessu spjalli. Við sjáum bara hvað hann endist. En við viljum að byrja því hefðin við tökum náttúrulega bara Jesúlaðu og lífsins elixír. Velkomin Óli. Takk. Gaman að sjá þig. Og kötturinn með okkur. Já. Þannig að athyglisbresturinn fer aðeins út úr gluggann þegar kötturinn beint í andlitinu á manni. En hvað segir Óli? Hvað mold? Byrjum á moldinu. Á moldu ertu komin á moldu skaltu aftur verða, hefur maður heyrt sagt. Já. Byrjum bara á bókinniðinni. Þetta rosa bók. 10 kíló bók. Já, hún 2,1 kíló. Þetta raunverulega 3 bækur, sko, en og fyrsta bókin ég segi nú ekki fyrsta Mósebók, fyrsta bókin svona jarðvegsfræði, hvernig þetta virkar allt saman, sko. Af hverju moldin svona rosalega mikilvæg, hvað þetta skrýtnaði moldina sem að gerir gróandanum að kleift að vaxa upp úr þessu og okkur þar með. Svo fjöllum við svolítið Ísland og íslensku moldina, þeim mjög sérstæð. En svo þessar áskoranir samtímans og arfleið 1000 ára hvað við erum búin að gera við jörðina. Reyndar skemur hér á Íslandi en ég seti þetta í samhengi að við erum náttúrulega búin að skemma þessi vistkerfi, við erum búin að ganga á auð moldarinnar og þessi áhrif eru svo rosalega mikil á Íslandi. Þannig það ekki hægt að skrifa mold, öðruvísi að tengja við hvað gengur á í heiminum og hvar við stöndum með þessa auðlind. Og við þurfum líka að skoða hvað það sem að valda þessu í dag, okkur gengur okkur ekki betur að eiga við málið. Og ég fjalla líka svona þessar sérstæðu hluti eins og hvernig frostið mótar okkar yfirborð og alltaf þessi sanda. Það svo margt guðdómlega flott í íslenskari náttúru sem að verður ekki skil öðru sem við fjallum moldina hann. En þú nú búin að vera í áratugi við kennslu, rannsóknir og vinna við jarðfræði. Ekki að fara rétt með? Ég byrjaði í jarðfræði en í raun og veru fór svo það alfarið yfir jarðveginn eða moldina og menntaði mig á því sviði sérstaklega tóknast þessu doktorspróf í jarðvegsfræði. Okay. En byrjaði í jarðfræðinni, það var það sem maður gat gengið í hér heima. En svo förum aðeins á undan því. Ég heyrði í flekt að þú og konan menntuði í Ameríku. Kapitalisma landinu. Já. Sko, Bandaríkjunum er svo mörg ríki, sko. Og við höfum verið mjög samstiga og konan hún kláraði líffræði á svipuðum tíma og ég kláraði jarðfræði. Og svo settum við kursinn á Montana. Við vorum þar í 2 ár með lítið barn. Okay. Og tókum mastersgráðu hvort í okkar fræðum. Og síðan fórum við unnum alltaf milli hérna heima sem var mjög gott, þannig vorum alltaf með jarðtenging fyrir því sem vorum að gera. Og fórum til Texas sem nú svona kannski ekki draumastaður Íslendingsins svona fyrir fram. Nei. Og í hita og raka. Og allir vopnaðir. Ég ekki þá. Nei. Ameríka breyst rosalega mikið og það var framið 1 vopnarán í Montana þegar við vorum þar og það var óvopnaður lögreglumaður sem að settlaði það. En Ameríka breyst svo mikið. Þetta var svo mikið ójafnvægi einhvern veginn í samfélaginu, miklar öfgar og miklir pólar
þessi hægri stefna, hún náttúrulega hleypur öllu upp í bálabrand. Það verið að stíga fólki upp á móti hvort öðru. Við talum ekki á tímum falsfrétta Allt. og netmiðla og maður veit engu hverju að treysta, sko. Þetta eru óskaplega skrýtnir tímar. Þegar við vorum hérna í Montana þá var það nú sko rétt við Yellowstone og við hjóluðum mikið, við sigldum á okkar gúmbát með rafnar og þar voru skíðasvæði og mikil gönguskíða. Þetta er útivista paradís og þetta okkur vel. Texas skólinn var einfallega bestur, bara meðal 3 bestu skóla veraldar okkar sviðum. Okay. Við vorum mjög heppin, sem sagt, og hlutum góða menntun. En sko Bandaríkin er svo mörg samfélag og háskólanir eru svona þessi vígi frjálsræðisins og hugsunar og suðupottur og streyma alveg skapandi bylgjur frá þessum campusum og þetta held ég nú að mörgum hægri manni séu með við bandarísku háskóla campusuna, sko. Þeir vilja koma meira böndum á þá. En þeir kannski að sumleyti halda þessu samfélag af floti. Þeir eru svona mótvægi og metta fólki inn í samfélaginu út allt. Þannig að mótvægi við svona forheimskun upplýsingar og óreiðunar og svona hægri öfgastefnu. En hvað kom til að fóru til Bandaríkjanna? Var ekki í boði að læra þetta hér eða það var Skandinavíu ekki? Ekki boði. Já, þetta var ekki boði hér, sko, og Skandinavíu er afskaplega vel gróin og kafi í skógi og allt það. En hérna Bandaríkin, stór hluti Bandaríkjanna er opnar sléttur þar sem að búpeningur hefur gengið og ekkert svo lengi svo sem og hérna valdi alveg gríðarlegum skaða og Bandaríkin þessi skólar voru svo óskaplega alþjóðlega líka í sinni nálgun og Texas kom alls þar á heiminum og bara annar hugsunarháttur heldur en það sem maður upplegað í Skandinavíu, það er mjög flotti skóla líka. En kannski önnur nálgun og oft kannski skynja þeir ekki frekar við Íslendingar svona umhverfi eins og við búum í. En það er meira skilningur á það í þessu samfélagi. Já. En þið ákveða að koma svo heim í kjölfarið og... Já, við vorum alltaf að mennta okkur til þess að starfa hér. Það var alveg ákveðið. Hvernig var landslagið þegar þú byrjaðir í þessu? Kom með doktorspróf og byrjaðir að stúdera fræðinu á Íslandi, vinna með fræðinu. Hér á landi. Hvernig voru aðstæður á Íslandi? Sko okkur var tekið opnum örmum, sko það var að segja það og fólk eins og Vigdís Finnbogadóttir bóði okkur að fund hérna forstaskrifstofunum sem þá var í Lækjargötunni, Stjórnarráðshúsinu og bara til að hvetja okkur til daga, hann hefði fylgst með okkur og fengum vinnu strax borið og hérna þannig að sko landslagið var gott og hérna en það er náttúrulega það að komi nýjar hugmyndir til dæmis jarðveginn og hvernig hann hér var í gangi mikill misskilningur margt jarðveg landsins hér var engin efnaveðrun í jarðveginu sem að býr til margt af því sem verður til í jarðveginum að veðrast og verður til leir sem heldur í vatni í jarðveginum alltaf. Bábílan var svo eða svona ekki bábílan eða það sem að menn trúðu á við niður var að það var engin leir að það var svo kalt hérna, það var engin efnaveðrun og það er bara öðru nær efnaveðrun í Íslandi alveg heldur en flestu stöðum öðrum í himnum. Okay. Og ég segi meðalans frá því þessari bók svona upplifun að ég held að það er líka bara gott fyrir ung fólk sem eru að mennta sig núna og að hasla sig völl og kannski með aðrar hugmyndir heldur en það sem ráða ríkjum. Ég fór á
fund Jarðfræðafélags Íslands og flutti ungur maður, spenntur og kynna mínar niðurstöður leirinn og allt þetta í jarðveginum og þetta var svona stuttir í fullum bíósal út á Hótel Loftleiðum sem það var, sem Nordica núna, það heitir. Og þá stóð upp einn helsti jarðfræðingur landsins og við búið að skapa svolítið fæi og alveg gríðarlegt afl í fæinu, gert margt flott. Hann stóð bara upp og sagði þetta væri bara tómur þvættingur. Nú bara svoleiðis. Og sko verða fyrir svona sem ungur vísindamaður, það náttúrulega töluvert sko. Já. En málið var að ég var í svo góða skóla, með svo góða kennara, að það var búið að búa mig. Þú fengir þetta. Það var sagt við mig, Óli, þú veist það mun mæta alls konar hlutir og borðið það að fólk trúir ekki niðurstöðum manna og aldrei að láta hafa áhrif á þig, bara heldur áfram með það sem þú ert að gera. Og það gerði ég og hélt áfram veginn. Og þetta auðvitað, síðan var það bara við tekið að koma fleiri vísindamenn og skyldum sviðum og svo Sigurður Reynir Gíslason sem svona spiritual father Carbfix-verkefnisins á Íslandi. Að hann bara skoða einmitt efnaveðurinn sérstaklega jarðveg og komst á henn nákvæmlega sama. Og þetta hefur svolítið verið svolítið út í gegnum fyrirlinn og það var ég alltaf ánægður. Þegar maður kemur eitthvað sem maður bara, nei, það getur ekki verið svona og þá var ég glaður. Þá ég greinilega að komast áfram með eitthvað nýtt sko. En var hlustað á þig? Ég meina, þú varst púað niður hérna? Nei, ég var alls ekki púað niður, alls ekki. Nei, hérna af þessum aðila? Já, af þessum aðila, já. En það tók tíma að byggja traust. Á þér eða því sem varst að gera? Já, og mínum niðurstöðum. En svo bara héldu þar rannsóknir áfram og svo fór ég yfir í annað, fór yfir í kortlagi jarðvegseyðingu á Íslandi, leiddi það verkefni, það var fullt af mjög góða fólki sem þar var. Við kláraðum það 97 og það mætti líka svona mixed reviews eins og það heitir, en samt og það niðurstöður gilda mörguleiti en þetta í dag og það sé nýrri niðurstöður og nýrri aðferðafræði sína sömu niðurstöður. Og þannig þetta svona kaflaskipt líf meira inn í jarðveginn aftur og svo að skoða samfólkið á Íslandi og allt þetta. Hvaðan kemur ríkið sem verður best hér út yfir allt til dæmis? Það var nú eitt tímabil í minni tíð sem að rosa átak, landið fíku burt. Já. Bríó og Tríó söngu það og fínt lag, já. Og alls konar á þannig að landið fikið til hvert. Já, og það var sérstaklega sko fyrir hluta síðustu aldar og fram eftir öldinni alveg óskaplega mikil eyðing í gangi. Og hún var síðan á fyrri öldum líka í gangi og við erum sko allur okkar viðkvæmasti jarðvegur, moldin það sem var veikust fyrir, hún er bara farin. Sums staðar eru grófa aftur, við gerum okkur ekki grein fyrir þessu við horfum á landslagið sko. Og þannig að þetta átti alveg rétt á sér sko, en það síðan hefur þetta breyst að því það allt farið sko. Þannig að það rík sem við sjáum mest af því sem við sjáum í dag alls ekki mold þeim skilningu sem að fjúka heldur. Það að fjúka vel skilgreindu svona uppbóksvæðum eins og Suðursundunum, upp frá Hagavatni, Dyngjusandur fyrir norðaði vatni. Þetta meðal virkustu uppsprettum ríks á jörðum per einingu og þetta rík best nánast og allt Norður-Atlantshafið og hefur áhrif að veðurfari, áhrif á Grænlandsjökul og fleira. Er ég að ná þessu rétt að uppspretta ríks hefur áhrif á veðurfar? Já,
Það Þá fara að útskýra það. það sko ryk, fínaragnir, ef þú horfir á þotu fljúga yfir, þá sérðu stundum mynda svona skýjabólstur aftan í. Það er vegna þess að sótagnirna sem að berast út úr henni, það er eiginlega að mynda ískristalla og svona ryk frá okkur. Það gerir það líka, þannig að ryk sem að berst svona mikið, það eykur á skýjamyndun, sem er neikvæða, það eykur á hlýnun jarðar. Þetta ryk er dökklita hjá okkur. Þannig það gleypir í sig geisla sólarinnar og eykur innræðu geislun sem er að sama á CO2. Það berst út yfir Grænlandsjökul og herðir á bráðnun hans, Vatnajökul stundum og íslenska jökla. Þannig að ryki hefur miklu meiri áhrif og heldur hann að gera sig grein fyrir. Og það furðulega skemmtilega við það er að það er líka mjög jákvæð áhrif. Þetta íslenski sandar eru mjög frjósamir og þannig að maður lesa það sem er að búa til góða mold að þá gætna eins og sandi blanda úti. Og þetta ryk berst út yfir landið og í þessu myndast okkar mold, rykinu. Það kallar það áfok og það berst út yfir hafsvæðin, fullt af járni í þessu og það eykur frjósemi hafsvæðin í kringum landið, eykur á frumframleiðinni. Þannig að það hefur mjög víðtæk áhrif. Þannig, þetta er greinilega eitt leiðir að öðru í þessum bransa. Það er ekki bara staðbundið mold á einhverju svæði, þetta er allt samtvinnað. Já. Öllu greinilega. Þetta fær rúm hjá mér líka, ég skrif þetta líka og þetta var mjög skemmtilegt tímabil sem er kannski ekki lokið að þegar ég fór að skrifa rykið á Íslandi, það var mikið á það þá kom það öllum óvart og þar var vantrú alltaf og hérna kom ég líka óvart sko. En ég vissi ekki hvað væri mikil svona alþjóðlegu áhugi sko. Þetta er einn af svona mest ört vaxandi vísindagreinum í náttúrufræðum. Það er þessi rykfræði. Já, ok. Þannig við erum í samstarfsneti með gamla doktorsnema Dagsson Waldhauser-Ova heitir hún og við erum með samstarf og víðan völd heimum sérstaklega hún. Ég er að draga út úr þessu núna. En þetta var mjög skemmtilegt og þetta var svona bara ákveðið tímabil í. Finnst þér svona frá því að þú kemur á námi og svona gengur inn í þessi fræði með eyjaskeggjum okkur og það sem þú varst að rannsaka þá í upphafi og skoða og svo aftur í dag, er þetta á leiðinni betri farveg eða erum við bara alltaf að hjakka í sama drullumallinu með þess? Já, sko þekkingin er klárlega aukast. Þekkingin er aukast. Áhuginn meðal ungs fólks á öllum þessum fræðum, vistfræði, moldarfræðum, ástandi landsins og svo framvegis, hann er að aukast. Og bara að aukast frekar hratt. Þannig við erum að fá hægt fólk út í samfélagið. En samfélagið er ekki tilbúið að taka við þessari þekkingu sko, stjórnsýslan er hikandi og þessi barátta að breyta til dæmis bara og það sem hefur mest áhrif á íslensk vistkerfi á Stón og Skalla er sauðfjárbeit og hún á sér sko fulla rétt á sér á þessum góðu svæðum þar sem er nægur gróður og allt af og við nægan góð vistkerfi til þess að nýta til þess að fullnægja okkar formum fyrir þessa afurð. En við erum að nýta allt. Hún er bara alls staðar og hún er líka á þeim svæðum þar sem við heldur mjög slæm ástandi lands. Sauðkindin? Já. Ok. Þetta verður ekki vinsælt? Og hérna á öðrunum landsins og þeim svæðum sem að ennþá er í bullandi rof í gangi á svæðum sem ætti að fá bara algjörlega hvíld og leyfa kerfunum að byggja sig upp aftur. Og hérna þetta var þetta niðurstaðan af rokkkortlækningunni sem við birtum 97 og fengur umhverfisverðlaun Norðurlanda fyrir 1998 og menn voru mjög og hérna fólk var mjög svona það að nú væri kominn tíma á að gera eitthvað.
þannig það var sett af stað nefndir og ráð og þróa aðferðafræði til að sem að enda í því sem nú heitir gæðastýring í sauðfjárrækt. Og inn í þeirri gæðastýringu þáttur sem nefnist landnýtingar, þáttur gæðastýringar í sauðfjárrækt. Ég bið þá sem á hlýða afsökunar. En þessi landnýtingar þáttur þýðir það að þér ekki heimilt að beita á aðra án leyfis þeirra eða í raun og veru að beita á land í slæmi ásigkomulagi. Eftir síðan langvinnt kæruferli fyrir úrskurðarnefnd upplýsingamál að fékk ég gögnin á bakvið þetta sem sýndi hvernig þetta var að gerast og fór með þau til Tucson, Arizona í einn vetur og komst að því að þetta bara píp, þetta bara grænþvottur á stórum svæðum. Já, ok. Það var bara það sem að gert var að það bara virkar ekki. Ég geri grein fyrir þessum þætti líka í þessu riti því að þetta snerti moldun okkar svo mikið. Og þannig við höfum ekki komist nú áfram og maður velti því fyrir sig af hverju þekkingi liggur fyrir og allt af og þannig að það svona vísindum ýmis svona ráð og rannsóknir sem að skýra svona hluti. Eitt heitir shifting baseline syndrome á ensku sem ég þýði samdaunasýki. Við erum orðið samdauna ástandinu eins og Almenningur áttar sig ekki á því hversu slæmt ástandið er. Það stendur út í eyðimörk fyrir ofan Gullfoss. Það sem var gert að skógi fram til 1700 og fyrst það bara fallegt en gerir sig enga grein fyrir því að þarna svo hefur orðið gjörsamlegt vistkerfa. Já, ok. Annað hugtak sem ég nota heitir agency capture sem þannig að inn í stjórnsýslu, stofnanir, velst fólk sem raun og veru mjög nátengt hagaðilunum eða þessum nýtendunum. Þetta réðu bændur, þingi og stjórnsýslu landsins fram eftir öllu, þar með töldu landbúnaðarráðuneytinu. Það var engin vilji til að taka á því með raunhæfum hætti. Þetta að breytast núna. Þetta að breytast? Já. Svo þriðji þátturinn sem alþjóðlegur og þar fór ég að beita mig líka. Þegar maður er búin að rannsaka allt svona ekki verið að svona þetta þáttarins lífi svo lengi og maður áttar sig á því að það ekkert að gerast á fyrir maður leita skýringa meira og stór þáttur út heimilallan á rangri landnýtingu og eyðileggingu og líffjölbreytileika og búa til slæmt ástand lands eða viðhaldaði. Það landbúnaðarstýring. Og við erum með nánast á toppnum í heiminum í landbúnaðarstyrkjum almennt og stór hluti þess til sauðfjárframleiðslu og það bara allt lagi ég ekki mótið því. En þess vegna þurfti að gera samt þessi skilyrði að það væri græna greiðslu. En ef maður ætlar að fá síðan upplýsingar um þessar greiðslur, þá kom maður að gjörsamlega lokuðum dyrum. Jafnvel þingmenn sem báðum þessar upplýsingar, þetta var ekki nú rétt á öllum upplýsingum í stjórnsýslunni og þarna var að verja kannski 20 milljörðum á ári á okkar peningum. Þegar bara nei. Bara nei? Já. Og þá við stóð í þeim málarekstri ég veit ekki 3-5 ára eitthvað svoleiðis en hafði sig og þarna var ég að basla svolítið einn en hafði svona smá stuðning á bakvið mig sem ég gæti leita við og það vannst 2020 þannig að nú allar þessi greiðslur opinberar. Já, þannig að þegar ég fer í montgýrin þá segi ég það var breska blaðið The Guardian með herlögfræðinga sem náðu að gera þetta á opinberum gögnum í Bretlandi og Washington Post í Bandaríkjunum og svo ég á Íslandi. Góðu. Hvað var í gögnunum sem var eitthvað sem kom þér óvart í þessum gögnum eða var þetta eitthvað leynt og hverju var þessi tregða? Það var nú alls konar furðurhlutir það hobbybændur út allt land voru að fá garðurinn í Reykjavík hússtærgarðurinn, hann var að fá styrki og hobbybændur í Breiðholti og hobbybændur í Stykkishólmi og út allt
Í alvöru? Já, og kannski einhver 100.000, það er allt úr vasa skattborgarina og voru að beita síðan á land þar sem allir aðrir voru að girða og reyna að verjast ákvæmdi þess að sama búfjár með mjög sérstætt. Þetta hafði þau áhrif þó að þessu var breytt. Og líka þetta greiðslukerfi hægt að heyra undir hagsmunaaðilum bændasamtökin hefur þau smá saman bara flust inn í ráðuneytið. Og þannig að þarna eru vonandi meiri breytingar í bændum. Þú eru ekki orðið vinsæll í bændastéttinni Nei, í kjölfar að þessu? Það er alveg upplifa það að rétta bændahöfðingja og forsvarsmanni bændasamtökin á höndina og það er ekki tekið í hana. Nú er það svoleiðis. En það er líka afskaplega margir bændur og forsvarsmenn þeirra meðal sem er líka mjög glaðir með þetta og ánægðir. Þetta á ekki að vera svona að hvorki leynipukur og auðvitað eiga peningarnir að fara til þeirra sem standa vel að sinni framleiðslu og þeir sem að gera það, þeim finnst mjög skýtt að hinir sem er með allt niður sig og er að beita handónið land skuli fá það sama og hinir. Þannig að þetta er hagur stéttarinn í hinn og ég fæ símtöl frá bændum út landið þar sem að þeir þakka mig bara fyrir. En það er svolítið svona bæling, þessu þöggun, þeir bændur sem viðra þessar hugmyndir, þeir verða ekki nefnilega mjög vinsælir. Þeir eru mjög feimnir við að setja fram og opinbera vettvang. Já, þú eru ekki að stíga út. Já. Ok. En fyrir mig sem leikmann og í rauninni veit ekkert meirinn meðal maður sem að lesa bara í fréttamiðlum loftslagsmál og eitthvað. En svo fór ég alltaf að hugsa samhengi hlutana að landgræðslan er búin að vera til í yfir 100 ár. Já. Hún er búin að vera að græða landið í yfir 100 ár og svo skilst mér að stór hluta landinu sé bara ónýtur og þegar landgræðslan er búin að dreifa öllu sínu og þá koma sauðfjárbændur og beita allt saman. Er þetta í þessu samhengi meikar þetta eitthvað sens? Ja, þetta er ekki alveg svona. Þetta meikar náttúrulega ekki sem betur fyrir þetta ekki svona. Þetta er ekki svona? Nei, fyrstu áratugir landgræðslunnar sem var þá stofnuð af Dönum var að stöðva sandfok á Íslandi sem að geisaði og það voru hamfarir sem voru að leggja byggðir í eyði. Og þar með talið Rangárvallasýslum og Árnessýslum, Landshöfn og víðar og Öxarfirðinum og þessi stofnun, hún vann að byrja sem sandgræðsla ríkisins alveg ótrúlega afrek með nánast ekki neitt. Það voru varnargarðar hlaðnir og grjóti með höndum og síðan kom blessa bárujárnir og svona og melgresi og allt þetta og þeir náðu að breyta þessu og græða síðan upp alveg víðfeðm flæmi eins og bara að hella allt þetta flæmi þar í kring og þetta er allt gróin lönd en þegar að þau var búið að hefta sandfokið og alltaf þá náttúrulega tóku bændurnir sem réðu landinu svolítið yfir og það var að byrja að græða upp og hugmyndin var sem búa til beitiland en það er síðan bara og þá var þetta svona landgræðslan að græða upp og þetta. Landgræðslan í dag er hins vegar fagstofnun sem á að gæta hag vistkerfi á Íslandi, landi og það er þessu sannlega að gera og sumstaðar er unnið að landgræðslan þá er það ekki landgræðslan eitthvað sjálfur heldur verktakar, bændur eða eins og aðrir þar sem að þessu er þörf. Þeir eiga að vinna því að mikka og aflétta beit á eins og svæðum þar sem þess gerir störf, hjálpa til að stýra beita ráðlæginu og þar kring og þetta er mjög samræmi við svona aðra fagstofnunum sem búa við kannski svipar aðstæður eins og í næstu ríkin Bandaríkjanna. Og nú er sem sagt komin þessi stóri og nýji viðamikli þáttur sem er endurheimt vistkerfi og það náttúrulega vistkerfi, ekki búa til beitilandi. Og þetta verður æ meira þróttur í landgræðslu starfi, það er að vinna þessu.
og það við búum á áratuga vistkerfa eða endurvistkerfa og eitt af þessu til dæmis bara að endurheimta votlendi og þetta annað. Það mjög mikið í gangi. En þetta mætti vera meira og það mætti vera markvissara. Það sem ég talaði stofnana yfirtöku og samdögnarsýki, það hefur litað líka landgræðsluna og vonandi bara komast þeir alveg úr þeim fasa. Þau verður líka fyrir óskaplegum árásum frá fólki sem með svona skógræktar áráttunana, sko, að planta siggagrinni og staðaföru þessum og það sé eina raunverulega landgræðslan og bindir kolefni. Ég held að þessar deilur allar hafi verið svolítið hamlandi fyrir allt þetta stað. Ég hef farið inn á svona einhverja umræðu síðu á Facebook skógrækt og það ekkert allir vinir. Mjög laust við það að vera vinir og það talað trjárækta rasisma, það orð sem verði þar einhvers staðar. Og svo var allt einhvern lúpínu, vinir lúpínunnar og ekki vinir lúpínunnar. Þannig að fyrir leikmanni sem mig þetta svona, hvaða torf þetta? Þetta allt játn í játn þegar kemur að fræðum? Það svolítið svona gamaldags viðhorf í skógrækt sem á undanhaldi út allan heim, sko. Nýsjálendingar skotar eru svolítið að rífa niður þessa skóga sem ruddu inn í heiðurlöndin og birkiskógnana nákvæmlega saman við gerðum. Þetta á allt rétt á sér, sko. Það bara vantar ljúfara og skynsamara samtal. Ég held að við skulum ekkert eiga sagði hann brosti. Já, ég ekki á kafi inn í þessari umræðu, sko, en ég fjalli þetta sannarlega í títtnefndri bók, Moldina. Það ávarpað hana. Já. En svona, nú þú fylgst með þessum fræðigera síðan áratugi og starfað alveg bara með þessu og séð þetta þróast. Við að gera eitthvað að viti í alvöru? Eða þetta eins og oft verður í þekkjur öðru fæi þegar sko fræðin verða svo mikil og þau verða sjálfhverf og fyrir að bara snúast sig. Það enginn út á götu að vinna með það. Við komin svolítið þangað að við höldum bara ráðstefnur og málþing og svo enginn að dreifa fræi? Ja, það snýst kannski ekki að dreifa fræi, það dreifa fræi þekkingarinnar og það hefur vissulega mátt gerast miklu meira. Ég reyndar með sko svona kafla eða svona kassa sem dreifðu út sko að þeir sem það svona tala þessi sérfræðingar sem í sínum fílabeinsturni sko og svo bara að tala við hver aðra og þeir ekki gagna þessu og þeir að senda þetta lið út á vettvang. Þetta oft besta lið til að setja þetta á vettvang. En það líka það lið sem á vettvangi ef að það hefur ekki þekkingu, grundvallar skilning og vistkerfum hvað það að gera en ef það með svakalega fín people skill sko, þá það fólk hættulegt. Þannig að þetta ekkert svart og hvítt svona. Við þurfum að hafa alla samfellina frá góðu vísindafólki og líka fólki þá sem að menntar fólk út í mörkina og þarna þarf að vera mjög gott hlægjandi samtala á milli. Við höfum ekki stáð okkur nógu vel í því, við höfum ekki kunnað margt af því sem að til dæmis gerist í Bandaríkjunum. Við höfum verið á fundum þar sem að koma saman bændur, fagfólk úr háskólum og helstu fagstofnunum og fleira fyrir heilu dalina þar sem að hafa orðið vistkerfisgrunn. Og það bara farið í gegnum þetta sko hvað höfum verið að gera og hvað eigum að gera og það líka sko fornleifafræðingar, það skordýrafræðingar og villidýrafræðingar og það kom allir saman. Við höfum verið svo fast í því að þessi bara einn hagaðli sem að lítur á þessu landi og afréttum þjóðlendum sem okkar eigu og það séu þeir sem að beita það sem ætti ekki verið að beita sko. Þannig að við erum svolítið langt í land þarna að breyta skilgreiningum á hver álandið til hvers það og víkka samtalið og breyta því hvernig við gerum það
með miklu svona aktífari samtali út í mörkinni, við breiðari hóp, ekki bara einn hóp. Það er það sem að landgræðslan að gera í Grólind og svona samstarfsverkefni landgræðslunar og sauðfjárbænda. En þarna ættu allir að koma, allir. Það segir sig sjálf, sko. Já, þannig að, já, ástandið er ekki mjög gott. Nei. En það líka vantað efni. En ég meina, þú varst að tala afréttirnar og það búið að vera sem sagt mikil málaferli út af hvað kallar það, landmörkum búa, hver á hvað, hver á fjöllin og dalina, sko. Og svo virðist það ekki breyta neitt rosalega miklu ef ég á 400 rollur og reki það bara upp á fjall og skilur eftir. Já, og hefur, ef þú varst búsettur og hefur það þennan beitarrétt að þín afrétt. Hvað? Afrétt? Það? Það er þá sameiginlegt beitarland hvers gamla hreps. Sjálfsög. En mikið af þessum afréttum hafa verið skilgreindar sem þjóðlendur. Það er sem þjóðin áverð, en beitarrétturinn fylgir ennþá gamlu samfélagum. En við höfum bara ekki verið nú duglega að skilja það að samfélagið hefur breyst. Þetta er alltaf farið uppnám núna, ég veit ekki hvort að við höfum verið að ræða það alltaf mikið, sko, en það er komið ljós að þau lögin í landinu eru þau að þú mátt ekki beita á aðra. Nú ef einhver að beita þitt land upp stað, þá getur hringt í sveitarstjórn og krafið skjölum á því en það þá kostnað þess eigandi þess fjár sem að þarna gengur í óleyfi. Þetta hefur ekki verið svona. Sko, við höfum öll þurft að verjast ágangi, en allt er umboðsmaður Alþingis og dómsmálaráðuneytið búin að úrskurða þetta akkúrat dögum. Þannig að bóndinn þarf að girða sig inn í. Já, en afréttir öðruvísi, þeir náttúrulega bara opnir og girtir af og bara allt gott það að segja þessi gróður á þeim, góður og allt það. En vandamálin eru það sem verið að beita, sko, oft það bara göngur og réttir og eitthvað félagslegt, eitthvað allt annað sem ræður ferðin. Þetta er ekkert fjárhagslega hagkvæmt en eitt vitið í öðru leyti, sko. En þetta er svo sem ég fjalla ekki beint allt þetta, en þetta hefur verið hluta í mínu lífi að benda á þetta, en nú bara komið mikið að hæfi fólki sem komið í að skoða þetta miklu betur. Það eru landeigendur, lögfræðingar og það er sem að hafa svona náð miklu betur vopni sem heldur en áður var. Er þetta stjórnsýsluleg tregða að þetta sé ekki komið lengra en þetta í framkvæmd? Ef það eru komið lög fyrir þessu? Þetta er félagsleg tregða. Okay. Og svo voru bara sett fólk í það skilgreina hvað þetta þýddi og það voru sett í að laumað inn í lög, sko, að árétta það árið 2002 að það væri þannig að lausaganga búfjár væri heimilin manna væri getið svo eins og umboðsmaður búin að kveða að það standist ekki síðan ólög og raun og veru, já. En þetta er félagslega þáttur og stjórnsýslan, alþingismaðurinn, hann ekki tilbúin að fara í slag við bændur, sko, og svona mál. Það ekki hans hagsmunir. Nei, sem einstaklingurinn á þingi. Já. Svo það líka litla krútla Ísland að við erum öll tengd einhvern veginn. Við fer ekki slag við nágranna en helst ekki, sko. Nei, en svo einu stað þetta voru krútlegt og við erum öll vinir og allt það. Svo öðrum stað grass náttúrulega alls konar ullabjart í formi þess að við erum svona nátengd, sko. Já. En það ekki bara eðlilegasti hlutur í heimi að hver bóndi bara girði af sitt landsvæði og haldi sínu skepnum innan þess girðinga? Er þetta ekki bara eðlileg krafa? Eðlileg krafa eða á þeim afrétti sem að það sveitarfélag hefur til umráða og landið í góðu ástand. Þetta ekki flókið, sko.
það girt af hvert sveitafélag? Það Nei, búið að girða sig inn í? afréttur hvers sveitafélags fyrir ofan þá hálendi eða hálendisbrúninni og svona. Þeir eru afgirt. Þannig að það er skiltið sem Rollan les segir, Já, ferði yfir þetta, það heitir áttu fann rimlahlið að borða frá nábúanum. það heitir rimlahlið og rollur skilja rimlahlið ágætlega. Það er sumar að komast yfir og kunna það en þau eru alveg skýr sko. Og svo girðingar. Þannig afritnar eru girtar? Já. Það er þannig í raunveruleikanum? Flest. Ekki allar. Þetta er nú svona svolítið flókin málaflokkur sem að Er það sveitafélagin sem gerir þetta af eða? Nei, það eru sko, já, í sjálfu sér sko og bændur ráða mjög miklu umhverfisnefndum af flestra sveitafélaga og þetta er girt á kostnað þessar sveitafélagana og síðan eru líka sauðfjárvarnagirðingar sem að ríkið stendur að milli afrétta og hólfa og svo framvegis. En girðingakostnaður sem almenningur tekur á sig að aðrir landeigendur, hann er gríðarlegur og það er ekki reiknað með framleiðslukostnaði á þessum vörum. Ég hef aldrei séð eða heyrt kostnaði þar sem girðingar sérstakur liður. Ég hef bara aldrei séð svoleiðis. Er það í þá bókhaldi sveitafélagana, girðinga? Ég sjálfsagt sko. Nú er ég konu hálflís. Ég ætla ekki að ræða þetta lengra svona því að mitt mál er moldin ástandi landsins og ná þessum upplýsingum og annað. En það eru aðrir sem að taka þessar upplýsingar, já, og þennan slag. En svona eftir að hafa sem sagt þú bara starfaði sem sagði áratugi, þú lítur tilbaka og lítur svo til framtíðar. Erum við á réttri leið? Já og nei sko. Hvar eru við réttri leið og hvar eru við þetta snýst ekki bara beitina. Við höfum verið svolítið fastir þar sko. Þetta snýst líffjölbreytileika, ástand vistkerfa í heild, loftslagsmálin, losun gróðurhúsalofttegunda og þar liggur orðið fyrir mjög miklar víðtækar upplýsingar hvernig vistkerfi í mjög lélega ástandi þau eru að anda frá sér koltvísýringi. Hrun íslenskara vistkerfa á síðustu 1000 árum hefur skilað kannski 2 milljónum 2000 milljónum CO2 ígilda. Losunin núna er sko 5 sem við teljum fram. Þetta er sko alveg gigantíska stærð sem að tengjast landin. Það er miklu meira kolefni í jarðvegi á heimsvísu heldur en í andrúmslofti og gróðri samanlagt. Og langstærsti losunarliður Íslands í dag er ekki bílarnir og við erum að skrambla og erum að komast yfir á rafmagnsbílana. Ég er búin að vera rafmagnsbíl í 6 ár og allt það sko. En sko það að rafbílavæða bílaflotan er svona tímans. Já, breytir það? Ef þú tekur landið með þá allt inn er þetta orðið aldrei lítið stærð. Auðvitað að gera það er vitaskuld. En við erum svolítið góðið í það að horfa eitthvað svona þröngt og eitthvað en reynum að ýta öðru til hliðar. Tekur svona reversin og einhvern flokk bara. Já, og við erum að ýta land til hliðar. Við erum að ýta land í slæmu ástandi til hliðar. Við erum að ýta votlendunum. Mjög mikið af þessum skurðum eru alveg gaslausir og voru grafnir til þess að búa til kannski beitilandi eða bara að við fengum styrkja á sínu tíma til þess. Ég er ekki mótið þetta framræstu landi sem við nýtum til að framleiða fæðu og annað, en það er bara svo mikið af þessu sem er gjörsamlega út í hött sko. Og þarna er svo mikið losun sem er sko kannski 10-föld þessu sem að samgönguflotin er eða meira. Heildarlosun sem við teljum fram vegna samgangna, iðnaðar, ferla og allt það, stóriðina og svona, eru í kringum 4,5 milljónir tonna. En losun frá framræstum votlendum sem við teljum fram er 8,5 milljónir tonna. Það er svona mikið meira. Já, og svo þá er þurrlendi í slæmu ástandi ekki teljum með.
tökum sem dæmi, sko, þegar að hvíti maðurinn kemur til Bandaríkjanna og fer að rækta moldina, hann þarf ekki að bera á. Þetta er svo frjósamkerfi, þessu mikið nitur og næringarefni og kolefni og lífræn efni í jarðveginum. Og svo, þetta sem er bara nýtt ár frá ári og einhver bætt tilbaka og smá sem að hrynur kerfið. Gróðurinn, ræturnar sem að þær sækja sem sagt allir þessi efni, nitur og magnesium, natrín og annað sem við komum snefilefni og allt það og tökum pilluformi eða eitthvað annað eða það er í grænmetinu sem við borðum. Sko, plantnar þurfa þetta líka en það þurfa ekki kolefni allir þessi lífræn efni sem er líka í jarðveginum. Allt heldur allt hitt en þegar þetta sem allt hitt er fjarlægt þá lækkar við lífrænu forðum. Þar með talið allt þetta kolefni. Og það losnar sem koltvísýringur út úr andrúmslofti og landbúnaður hefur í gegnum aldirnar og ekki síðustu 2-3 ár verið risavaxinn og losunarþáttur á gróðurhúsalofttegundum. Og stærstu einstöku uppsprettur gróðurhúsalofttegunda CO2 eru ekki stærstu kolorkuveri, heldur framræst votlendi á Indónesíu sem að losa kannski alltaf 3% losunar gróðurhúsalofttegunda í hinum. Þetta er ekkert öðruvísi hér á landi, en það má eiginlega ekki tala þetta og svo þegar maður farið fram með svona staðreyndir og ég kannski sé rannsóknir og íslenskar rannsóknir laðið saman og þá bara rísa menn upp afturfætnar og þetta er ekkert svona í Íslandi og þetta er mikið ofmætt og svona. Er það bara að því mér finnst það? Eða, já, að hluta. Sumar að svo líka sko, taka ekki til alls jarðvegsins, heldur vinna kannski með helminginn og eða það eru valin svæði með frekar grunni jarðvegi fyrir rannsóknir og þá fast lægri tölur og þá sjá, þetta er miklu lægra ég sagði og bla 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 og kannski er það í heildin ekki þessi 8,5, kannski er það 5 eða kannski er það 10 sko. Þetta eru meiri rannsóknir, en þetta er risavaxinn losunarþáttur, alveg burtséð frá því. Ég bara fylgist nú ágætlega með, en svona ég var ekki meðvitað þessi hlutföll. Þú tókst sem sagt bílana og allt rastlið versus frá landi. Já. Ég vissi það ekki, þetta væri svona rosalega munur. Og einhvern veginn trúið því að allir bílar stoppuðu, þá verður þetta bara svona þokkanlegt. Nei, það er ekki nóg. Og ekki okkar tilfelli. Er þessi umræða búin að vera gegnum gangandi þessi losunarumræða? Já. Er hún búin að vera gegnum gangandi bara síðan 1970 eitthvað? Eða? Nei, hún er yngri það. En vísindamenn, sérstaklega á Norðurhveli, gerðu sig grein fyrir því að þetta var ekki einvæglega losun og voru alltaf að reyna að vekja athygli á þessu fyrir loftslagssamningnum og þar voru Íslendingar og umhverfisráðandi íslenska og íslenski vísindamenn með okkur eiga óskilið það. Þeir tóku þátt í því að þetta var tekið inn sem faktor inn í loftslagssamning. Þannig við þurfum að telja þetta núna fram og við getum líka ef við endurheimt votlendi þá snarlækkar við losun. Þá getum við talið það fram í okkar kolefnisbókhaldi. Sko ég veit ekki hvað mikið inn í sko bókhaldslegum. Bara mjög lítið sko. Já, ég heyri í fréttum nýlega nýskeið að nú er frá að ganga á kaupum og sölum sem sagt umreikn og úteikn að færa til í Excel-skjalinu einhver ríki geta keypt á öðru ríki losun. Ég hef óbeit á þessu vegna þess að ég hef séð hvernig fókus meðal annars á náttúruverndarsinnum og fleirum fer allur þá á þessu Excel-skjöl og samninga og 2030 og allt það í staðan fyrir að við bara einblínum á það að fara fullblast í það að minnka þessu losum á öllum vígstöðum og endurheimta íslensk vistkerfi sem að getur skilað með gríðarlegri bindingu, talningum til þessu birkiskógana sem að voru á mjög stórum flæmum og minnka þessu losum frá votlendunum. Það erum við í góðum málum, þannig að við hættum að rífast Excel-skjölin og förum í það er nefnilega komið gullgrafaræði sko.
Þetta hljómar svolítið þannig, sko. Já, það eru stór fyrirtæki frá olíufyrirtæki og einhverju stórlaxar út í heimi sem alltaf svo bara redda sinni losun með því að planta barrtrjá á Íslandi. Og þetta alveg hræðilegt að horfa upp á þetta, sko. Það hljómar svolítið galið. Ja, þetta galið. Það gullgrafæði. Og peningar skiptum hendur og þannig að þetta orðið partur á bókaldi. Ég bara segi þetta, ég tek ekki þátt í þessu. En svona, ef við setjum bara ábyrgðin á þig, Óli, þú hefur vald til að gera eftir þína starfsævi og allt sem þú ert búin að gera, bækur og veist hvað, allt sem þú ert búin að gera. Ef að þú mætti grípa inn í og stýra þessu, hvað er þitt fyrsta verk? Hvernig myndir þú nálgast þetta? Þetta er stór spurning, en svona, þú veist, er það að setja vindmyllur eða er það? Nei, það er líka bara peningadæmi, sko, og fyrir hvert megavatt bara með vindmyllum þarf að vera bakgrunnsvorka á móti þegar vindmyllum framlífi. Það er bara svona auðvaldsdæmi, sko. Það er, Sigur Ingi sagði, það er svo erfitt að eiga mikla pening á Íslandi. Þetta er bara allt. Það á að vera drifkrafturinn á að vera með svoköllu orkuskipti á Íslandi sem er bara algjörlega galið og vindmyllur hafa alveg gríðarlega neikvæð áhrif. Við eigum einbeitt okkur af því sem við höfum verið að gera vel, sem er að fara að rafbílavæða flottar, það make sense. En við eigum að fara að moka og hafa í skurðina sem að gegna engum tilgangi. Maður spyrja aðeins út í þetta skurður sem er búin að vera hérna í 50 ár og búin að vera þarna bara ósnertur í 50 ár. Hann er jafn skaðlegur og nýrskurður. Já, bara þegar hann er þarna. Ræðin segja það, sko, þó margir draga það í efa, en sjálfsagt minnkar einhverju leyti losun smá saman og sérstaklega fyllist, sko. Þannig, og við eigum náttúrulega hætta ónýtt að beita ónýtt land á Íslandi, en svo eigum við svo mikla möguleika koma birkiskógunum aftur í landið og votlendi búa til nýju votlendi. Það eru svona flæmi hérna í jaðrinum á hálendinu á Suðurlandi, þar sem að birkiskógur getur auðveldlega vaxið upp en inn á milli verða til mólendi fyrir fugla, votlendi, tjarnir og allt það. Og við höfum fara að hefja þessa veg og miklu meiri hörku. Sæki uppruna. Já. Og við höfum að gera það saman sem samfélag. Við höfum, sko, þessu getur einmitt fylgir binding. Það er fjármagnið svo nefndir að. En sko það á ekki að selja það einhverjum stórum orkufyrirtækjum og einhver einn græðir og allt það. Heldur þetta eitthvað sem samfélag getur saminast að það tæknitekningu til þess að kortleggja svæðin áður og eftir og fylgjast með árangri og telja kolefnið, kílóin sem að bindast og allt það. Og þessu fylgja líka það skipula og hvers konar náttúru við viljum skapa. Hvaða dýr kom inn, hvernig er þetta að nýta þetta betur þá í samfélagsins, ferðaþjónustu, skólana og svo framvegis. Við eigum svo mikið af svona tækifæri, stór. Ná frá meiri meðvitund hjá fólki. Já. Nýtt orð sem ég lærði af konu minni, það er sem er svo fallegt orð, það er orðið landlæsi. Já. Ég einhvern veginn var alveg komin í miðjan aldur þegar við kynnumst og hún náttúrulega með sína sérfræðiþekkingu eins og þú og svona. Og ég horfi inn í einhvern dal og sér þar bara ótrúlega fallegan dal, bara urð og grjót og þessi vákandi falleg. Og þá segir hún sem sagt, sko, þetta er ónýtt land. Þannig að landlæsi kemur þá upp sem hugtak að ég held í þessu svona meðaltali, ég held að fólk sé almennt ekki landlæst. Nei. Bara yfir höfuð. Þetta vantar svolítið inn í skólakerfið. Þar höfum við verið að reyna að bregðast við og hann gefur út bók sem heitir Lesanlagnarlandið sem að
hef farið gríðarlega víða, prenta í mörgum eintökum og sko þetta þarf að fara meira inn í bara sko námsskrána. Það að skilja landið sem horfið, það ekki nóg að kunna nöfn á dýrum eða plöntum, heldur þurfa að skilja vistkerfi, vistfræði efni til kennslu, það svolítið og það líka þannig, sko, vistfræðin hún á að taka svolítið utan samspil allra tegunda og populationa og kerfa í heildstætt. En sko mjög margir vísindamenn eru sérfræðingar bara einhverju þrauka, sko. En það vantar efni sem að sameina þessa þekkingu og skilja hann hátt fyrir nemendur á öllum skólastigum. Hluta til var ég að reyna að búa til bæði með Lesa landið með henni Ásögu Erlu Aradóttur. Lesa landið landið heitir það ritt, það er bara netinu, sko. Og í þessari bók sem þá alveg allir, sko, gagnsbæði fyrir háskólanemndur og gagnfræðaskólanemndur og kennara og bara alla áhugamenn náttúrulega að þarna er ég að fjalla landlæsi, þarna er ég að fjalla þessar ógnir sem að vistkerfi jarðar verða fyrir allstaðar heiminn og hvernig rof og ferlin og hvernig hnignunarferlin eru, þau eru mjög margvísleg og breytileg eftir löndum og innan landa. Hver er þrýstingur sem að veldur þeim gjörðum að hann verður hnignun og svo framvegis. Þetta er allt fjallað í endan á þessari bók, þannig að ég er allavega að leggja mitt á vogarskálarnar að koma þess að framfæri. Þetta þarf að vera partur af námi í grunnskólanum. Já, algjörlega. Er það þannig í dag? Er þetta inni? Sem staðar og Landvernd hefur að vinna mjög til starf í sambandi við vistheim. Og það þarf bara að aukast. Vistkerfi jarðar er að hrynja. Loftslagi er að fara að taka einhverjum óskaplegum stakkaskiptum og við höfum ekki hugmynd um hvernig það mál allt enda. Við erum farin að sjá afleiðingarnar út allan heim. En svo finnst mér við ekki taka það alvarlega. Og svo tökum við ekki alvarlega og ég þori að segja þetta hins að við, mína nemendur, við meðlendur alls þar og það er ykkar, við erum búin að rústa þessu og það lendur í fanginu ykkur sem er yngri að takast á hérna vanda. Og það verður ekki gert nema að það setja til staðar þekking á vistkerfunum og þessum ferlum öðru og þessum félagslega þáttum og fleiri sem eru drifkraftar í gangverki mannkynsins. En við svolítið, mannskeppnan eru svolítið þannig að sko við lítum til stjórnvalda. Bíðum eftir regluverkinu sem segir okkur hvernig við erum að haga okkur. Stjórnvaldi erum við. Og þau gera það sem við segjum þeim og ef það kemur ekkert initiatív frá okkur, engin þrýstingur, engin mótmæli, þekking, þá gera stjórnvöld ekki raskat. Og það er heldur svolítið raunveruleikurinn sem við búum við í dag. Ég er alltaf jafn hissa hvað er mikið almennt áhugaleysi þennan málaflokk. Og á sama tíma Greta Thunberg segir how dare you, skilur við. Á augnabliki breyttust inn í það að vera einhver sænskur geðsjúklingur, bara einhver táningur í Svíþjóð, marklaus með öllu. Þeir redda þessu endan með, er það ekki Óli? Stjórnvöld redda þessu endan. Mér finnst ég heyra þetta svolítið, sko. Já, nei, þeir gera það ekki nema við breytum stjórnsýslunni og breytum samsetningu af því fólki sem að leiðir okkur. Við kjósum bara idiota yfir okkur eins og gerist við í heiminum. Ég er ekki að segja endilega á Íslandi, en ég getur tekið Bandaríkjunum sem dæmi. Þá eru bara afleiðingarnar samkvæmt til. Og svo er líka búin við það er meira að acceptera að harðstjórar og vitleysingar og siðleysingjar halda völdum sko áratugum saman. Og það vandamál virðist vera versnandi. Bretlandi sem að byggði sín auð á að harðræna aðra þjóðir og aðra heimshluta og
þessi dýrð, Oxford, Cambridge, þetta allt byggt fyrir svona yfir baðmyndina og allt það sko. Þeir allt í einu náttúrulega bara orðnir einangraðir og svona í Brexit og svona og það hættir auðurinn að streyma inn og þeir eru að lifa af því sem það hefði áður. Og við erum að fara að sjá rosalega breytingar. Og hverja breytingar verða það, við erum að vita. Hvar endar þetta stríð í Úkraínu svo dæmis sem þetta? Já, við erum galin tegund, mannaflinn sko. Og svo koma menn eins og Carl Sagan og aðrir þurfum að undirbúa flótt okkar út í geiminn og sóknina þanga. Er það nokkuð skynsamlegt að senda svona galna tegund út í geiminn? Til að skemma eitthvað meira það? Til að skemma eitthvað meira annars staðar. Ég er ekki á því. Ég er ekki á því. Ég held að við erum að horfa á jörðinu sem við búum á. Láta geiminn bara svolítið snúast sjálft sig. Já. Ég held að við lærum ekkert uppruna okkar. Frekar þó við horfum á stjörnunar. En annað af því þessu tíminn aðeins fann að hlaupa frá okkur. Ég var svo hissa, ég fór í byggingarverslun, ekki alls fyrir löngu. Og þar var sem sagt svona efni selt bara í hillum þar sem tengt Roundup. Baneitra drullumall og þetta fannst bara í næstu byggingarverslun sem fólk að dreifa á stígana sína og hvað sem að nota þetta. Maður spyr sig byrju, það búið að tala Roundup í 10 ára allavega, svona, veist, allt í kringum þetta Monsanto og allt þetta dót. En af hverju getum við labbað út í búð og keypt þennan viðbjóð? Hvað málið? Ég veit það ekki. Fólk kaupir þetta sko. Já. Við líka erum að upplifa það að ævin hjá okkur kannski ekki að lengjast mjög mikið allt inni. Það er því að alls kyns krákleiki og krabbamein og hjartasjúkdómar og guðma þetta bara sjá kannski meiri og fleira fólk heldur við áttum okkur á og mínum augum ekki vafa því að það á að rekja til alls konar efnahernaðar og fleira sem að var svona í gangi meðan við vorum ung og þessi kannski ekki hægt að benda á eitt sko en það var verið að víta að tríða út allt og garða á heilum lagi og það var dælt skordýraeitri í Sogi þegar það var verið að byggja stengriðstöð. Drap allt niður alla ána nema svona það var alltaf fiskum og við fiskum þetta á borðin og allt það. Sko, það var mjög margt gert en við verðist svona svolítið vera að segja sko, setja þessu skorður. Stofnarnar sem að eiga setja þessar reglur þær eru mjög vanmáttugar býra nýða einstökum búum út úr landi það verðist ekki verið hægt að taka á því sko nema með einhverjum gríðarlega hristingi frá ógeðslega sjónvarpsmyndum og eitthvað fleira og þetta er ekkert sér Ísland sko og ultra hægrið eins og í Bandaríkjunum og vann markvisst að því að draga tennurnar út úr þessum aðalum sem eiga að reyna að lit fyrir okkur á þessu leiti og þetta verður alltaf fjölbreyttar og erfiðar að eiga við. Já. En ég bara setja í samhengi við neysluvenjur að því við fólkið þurfum öll að taka þetta borð og sem sagt taka ábyrgð á landinu okkar og hnettinum okkar. En á sama tíma getur labbað út í búð og keypt alls konar ullabegg sem þú setur í klósettið og steindrepur allt sem þú skóla niður. Og veist, þetta allt í kringum okkur og maður spyr sig af hverju eru leikreglurnar ekki skýrari með þetta? Það bara því að við kjósum fólk sem hefur engan áhuga á þessum málaflokki? Já, að hluta til og vantar kannski styrk inn í þær stofnanreglur sem við höfum. Það sem hefur verið að hluta til bjarga okkur sem nú helviti fyndið og það að Evrópusambandið þvingar upp á okkur reglur í umhverfismálum og það sem verður eitir beinu margra sko. En það hefur sko haft mikil áhrif á þessa þætti í umhverfismálum í Íslandi.
En þetta bara svona smáneysla einstaklinga bara í verslunum hérna í kring. Já, Að pilla út alls konar ullabjakk og Já, henda því svo já. út í náttúruna. Það er ekkert séðlega. já. En hvernig leggst framtíðin í þið með það? Og Bjarsýnn í meðalagi, Já. svarsýnn. ég held að sé að fara í hönd mjög skrýtni tímar í sögum að kýr. Ég veit ekki hvort það verður 10 ára, 30 ára, 40 ára, en ég held að sko að barnabörnin mín eftir að sjá mjög margt. Já, það held ég líka. Við erum ekki til að gera neitt margt kreatíft í þessu og mannkyn er ennþá hanga á þessum einræðisherrum og siðleysingjum og öðru og þau verðast bara hafa meiri tækifæri til að komast að völdum og halda völdum heldur en áður var. Og hávarir og öfgahópar. Já. Þeir vera stærri og stærri og auðveldar að nálgast fólk í gegnum netmiðla og alls konar. En við erum svona heppin að bara fæðast inn í veröld sem var svo sem krakki rík og það var ekki margir bílar í göttunni heima hjá mér, það var ungur og allt af en þetta er eða efni og það var húsmæður og aðrir sko saumuðu fötin eða gerðu við þau og þau gengu frá eldra barni til þess yngra og svo framvegis til þess að dags í dag þar sem við búum með mörguleiti realsnættir þá mætti verið betur skipt. Ég held að þessi tíma séu svolítið að líða til lok. Já, ég heyrði að einhverju landi sem að felldi niður virðisauka skatt af öllum viðgerðum á heimilistækjum. Þannig að tækir eru svo ódýr. Framleitt einhvers staðar í þriðja heiminum að sem mannréttindi er ekkert hátt skrifuð. Og ef að einhver bröðrist gefur upp andan skilur hérna á eldhúsborðinu þá fer þetta bara í gáminn. En það var, ég man ekki hvað land það var, en nú eru þeir fannin að ýta undir að fólk fari með þessa hluti í viðgerð. Endurnýta þá. Það hljómar skynsamlega. Það hljómar svolítið vel. Það er nefnilega málið að neysluhyggjan okkar er svo sturluð og við skorum mjög hátt Íslendingar á þeim skala. Já, það er hobby að fara út að versla. Það er gaman að versla og það er búið að búa til, þetta er einhvern veginn og heila þó að ég sé alveg sem fólk að það er alveg svo gaman að kaupa eitthvað nýtt, sko. Maður fær kikk út í því, sko, kaupa eitthvað nýtt. Nákvæmlega, ég og konan tókum Smáralind og Kringlur helgina og bara góð helgi, sko. Alveg röllandi það. En Óli, það var gott að fá þig, gaman að spjalla við þig. Ég sé það alltaf stutt í anarkistan hann engstar undir og til hamingju með bókina, Mold. Og það kærlega fyrir að koma í kaldabotnin til okkar og ræða þetta. En þetta er miklu stærri umræða. Ég fann að við vorum að tala saman hvað ég veit rosalega lítið. Ég þarf svolítið að fara aðeins að googla og lesa mig til bara lesa bókina, 2,1 kíló. Það er mjög mikið myndum. Já, það hjálpar í mínu tilfelli með lesblinduna og allt það. Já, það er ekki hægt að kynnast náttúru Íslands öðruvísi. Nema við konan breytum þessu bara í foreplay og bara kvöldlestur og kortanum og bókinni og les fyrir mig. Það er eitthvað. Og líka gott að sjá þig. Gaman að koma. Takk fyrir. Takk fyrir að horfa og þið tjekkið á okkur í næstu viku. Takk.